Velkomin að græna borðinu sem þáttur umhverfismál og náttúruvernd sem nokkrir gamlir fjölmiðlamenn og líka ungir sjá vikulega og þetta líklega 16. þátturinn og að þessu sinni ætlum við að fjalla réttlát umskipti. Þegar það var nefnt fyrst þá sögðu nú einhverjir hvað kemur það umhverfismálum við og ég rekna með því að það skýrist hér í dag sem og margt annað en við vitum það til dæmis í loftslagsmálum að það skiptir máli hvernig kökunni skipt og eins og bara skiptir almennt máli. Gestir þáttarins í dag eru Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu sem rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins í eigu ASÍ og BSRB. Og meðstjórnandi minn í dag formaður BHM, Kolbrún Halldórsdóttir og hún hefur náttúrulega líka verið umhverfisráðherra einu sinni fyrir nokkuð löngu og fjölmiðlamaður, þannig að hún kannski leiðrétti mig ef spurningar verða mjög vitlausar. En við ætlum þá að byrja á því að hvað eru eiginlega réttlát umskipti? Og þið eiginlega bara allar svara því ég veit að þið hafið allar verið að vinna í þessum málum og svo bara leiðist þetta áfram. Og ég ekki bara byrja með mjög einfalt svar að segja þetta hugtak sem við þýðum úr ensku, just transition, áeiginlega rætur síðan að rekja til bandarísku verkalýðshreyfingarinnar þegar að í kringum 1990 var verið að loka ýmsum verksmiðjum eða mjög mengandi starfsemi, það var verið að loka niður verksmiðjum þannig í Philadelphia og þar í kring og þá var krafan það að þeir sem væri að missa vinnuna út af það væri verið að vinna í þágu náttúrunnar og umhverfisins en það væri auðvitað þarna verkafólk og launafólk sem væri að líða fyrir það og það yrði þá að vera einhver leið þegar við værum að takast á við þessar stóra áskoranir í umhverfis- og loftslagsmálum til þess að tryggja að fólki sem hafði afkomu sína af mengandi starfsemi fengi þá aðstoð til þess að komast yfir í önnur störf sem væru betri fyrir samfélagið í heild sinni. Þannig að það svona grunnhugmyndin. Síðan tekur bæði verkalýðshreyfingin í heild sinni tekur þetta eiginlega svona í sitt fang eða svona þetta væri konsept sem hentaði vel og Alþjóðavinnumálastofnunin sem eina þríhliða stofnun Sameinuðu þjóðanna, þar eiga sæti launafólk, atvinnurekendur og ríkisstjórnir, ríkja Sameinuðu þjóðanna, hún hefur tekið þetta svona í Sameinuðu þjóða fjölskyldunni þá eiga réttlátt umskipti sitt lögheimili hjá Alþjóðavinnumálastofnuninni. Svo svo höldum við áfram þegar að leikar æsast en þetta svona grunnhugmyndin. Þetta mjög gott að fara aðeins í þessa sögulegu upprifjun því að þetta hugtak á rætur og það mjög gott að geta vísa til Sameinuðu þjóðanna í þessum efnum því að við höfum líka hér á Íslandi skuldbundið okkur til að fylgja stefnu Sameinuðu þjóðanna, heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og þetta tengist beina leið inn í þá vinnu. Og bara í rauninni kannski út frá þessu sem að við förum að spá í þessu hjá Vörðu, réttlátum umskiptum á vinnumarkaði, en það að frumkvæði samstarfskonu minnar, hann Sóleyju Bjarnadóttir, sem hérna í doktorsnámi og að rannsaka réttlátum umskipti. Og hún var mjög áform það að við hjá Vörðu sem erum að skoða svona stöðu launafólks í víðu ljósi, og út frá margskonar vinklum að þetta væri nú eitt af því sem þeim svona verkefnum sem blasa við vinnumarkanum og verkalýðshreyfingunni og því var eðlilegt að skoða með hvað hætti þessar breytingar hafa nú þegar haft áhrif á launafólk á Íslandi innan ASÍ og BSRB og við í rauninni erum búin að birta skýrslu. Það sem við erum myndið að skoða kannski þetta svona sem að Sigga lýsa hvort að tækni og loftslagsbreytingar sé að hafa áhrif á störf fólks
og þá svona aðeins lengra með hvað hætti það er. Þannig að það er nú svona okkar innkoma inn í þetta. Já, sko skýrslan var kannski fyrst og fremst svona fókuseraði svolítið á samgöngumálin, ekki satt, þessi nýja skýrsla sem þið voruð að gefa út. Við erum búin að gefa út 2 skýrslur, ein réttlátt umskipti á vinnumarkaði. Þar erum við að skoða hvort að störf fólk hafi breyst fyrir að fyrsta og þeir sem að segja að störfin þeirra hafi breyst eða sé líklega til að breytast. Þeir fengu svona viðbótarspurningar hvort að álagi starfi hafi aukist eða hvort að fólk sjá fyrir sér að það minnki, hvort það geti endurmennta sig og halda áfram í samskonar starfi á sama vinnustað og svoleiðis þetta er. Og síðan vorum við aðra skýrslu réttlátt umskipti í samgöngum. Þar vorum við að skoða svona varandi rafmagnsbílavæðingu og svo samgöngu, almenningssamgöngur eða annars konar samgöngumáta en einkabílinn. Þannig að við sjáum hvað þetta er, við erum verið víðfæmt verkefni, þessi réttlátu umskipti og af því að Björg, ef þú veist að tala að fólk hafi spurt hvað það var réttlátu umskipti að gera með umhverfismál, að þá höfum við líka í verkefnishreyfingunni komið okkur saman að kalla þetta réttlátt græn umskipti. Og þetta eins og hér hefur komið fram, þá tengist þetta beina leið inn á markmið landana í loftslagsmálunum og Ísland er nú aldeilis með metnaðarfull markmið í þeim efnum að ætla að verða kolefnishlutlaust hagkerfi 2040 og þá kannski varpa í þeim bolta yfir til þín Sigríður. Hvernig gengur okkur á þessari vegferð hér á Íslandi? Okkur gengur ekki mjög vel og ég er ekki með, þetta er svo mikið af tölum og mikið af viðmiðunar árum en það eru 14 ár í að við ætlum að vera kolefnishlutlaus. Losun okkar í dag er langt umfram það sem að gerist að meðaltali í Evrópu. Við erum algjöru skussar og losunin okkar er náttúrulega fyrst og fremst frá stóriðju og frá umferð, eða samgöngum og svo erum við náttúrulega með mikið sem telst stundum inni og stundum ekki frá landnotkun og slíku en við höfum ekki tekið þetta mjög föstum tökum en það hefur samt það er ekki hægt að segja að það hefa verið svona miklar áherslur og misgóðar og svo hefur kannski bara svo að maður sé aðeins ég veit ekki hvort ég á að vera ofgóð en hvað á maður að segja það er alltaf innan stjórnsýslunar að aukast þekkingin á þessum málaflokkum. Þetta er flókið og þetta er svolítið svona verkefni ef þú ætlar að takast á við loftslagsbreytingar sem svona tiltölulega lítil stjórnsýsla á Íslandi, þú þarft að vera með svona, maður hugsar ofta að vanta rótaran, af því þú ert með mörg ólík ráðuneyti, margar ólíka stofnanir, þetta er flókið viðfangsefni. En það sem ég hugsa líka, við vitum, vísindin vita alveg hvað er að gerast og hvað þarf að gera þó að við séum líka reyndar því miður, við erum auðvitað alltaf að sjá betur og betur að þetta er að fara hraðar en við ætluðum okkur, nú er það þessi amokstraumur sem auðvitað færir okkur golfstraumi, við sjáum að þetta er að gerast hraðar og líklegra aukast líkur á að eitthvað geti farið úrskeiðis en vísindin eru alveg, það er ekkert vandamál og við vitum ekkert loftslagsbreytingar, við vitum mjög mikið þær og við eigum tæknina til þess að takast á við þær. Stóra vandamálið er pólitískt svo samfélagslegt og þar kannski líka koma réttlátu umskiptin inn, grænu umskiptin. Hvernig, af því þegar þú ert að gera breytingar, það felur sér fórnir. Við sjáum bara umræðin borgarlínu. Þetta er náttúrulega bara besta dæmið. Það er eins og það sé verið að ganga og rétta ákveðin og hópa samfélagsins með því að búa til alvöru almenningssamgangnakerfi. Þetta er, og þá þarftu það sem að skiptir svo miklu máli að þú ætlar að fá fólk til að takast á við breytingar að það sé ekki, að því það er óöryggi í breytingum en að þú óttist þá ekki afkomu öryggið þitt og möguleika til þess að vera þáttakandi á vinnumarkaði. Það er í raun og veru það sem réttlát græn umskipti bera með sér en líka að byrðunum af því, það eru byrðar sem eru lagðar á okkur út af þess að þeim sé jafnskipt eða skipt með samgjörnum hætti þannig að þeir sem að menga mest og þeir sem að hafa hagnast mest beri meiri byrðar en þau sem að í raun og veru bera enga ábyrgð á loftslagsbreytingum og
líka að sá ávinningur sem af þessu verður, að við njótum hans öll, að við þegar verið að auka græn svæði og reyna að bæta aðlaga okkur að því að geta betur tekist á við þetta í umhverfinu, að það sé ekki bara í ríkari hverfum þar sem að verið að gefa græna valkosti og slíkt. Þannig, og ég meina kannski að því á Íslandi búum við það mikinn jöfnuð að þetta verður ekki eins áberandi hérna. Við skiljum þetta kannski ekki alveg eins vel, en ég meina eins og í Bandaríkjunum víða þá bara ef þú ert fátækur þá eru líkurnar á að þú búir í afskaplega óheilnæmu umhverfi mjög miklar. Við búum ekki við þetta samaskapi hér á landi, en það þó skipting. Þetta þó að við séum betri en einhver annar, þá þurfum við að hafa augun á þessu. Eigum við aðeins að elta þennan þráð sem á talar varðandi tækifærin. Sko nú semst kemur fram í ykkar máli að störf þróist, þau breytast og jafnvel hverfa vegna loftslagsbreytinga og annarra umhverfisáhrifa. Því við erum líka að tala sko fækku eða rýrari líffræðilegan fjölbreytileika og ýmsa aðra þætti sem hægt að rekja, segja sér orsakavaldar þess að störf breytist og hverfi, til dæmis í landbúnaði og mörgum öðrum greinum. En það eru líka tækifæri, það eru tækifæri til endurmenntunar og tækifæri til símenntunar og við höfum í verkefnishreyfingunni dálítið verið að tala um það hver á að bera ábyrgðina á því að fólk missi ekki bara vinnuna ef að störfin hverfa og sitji þá að atvinnuleysisbótum, hver á að bera ábyrgð á því að störfin verði að þekkingin og færnin þróist með breytingunum í umhverfinu. Og þá kannski aðeins yfir til þín Kristín, erum við hvað lesið þið út úr ykkar rannsóknum og könnunum varðandi þetta? Eru til dæmis launagreiðendur að taka ábyrgð á þessu? Erum við nægilega meðvituð um það að það þurfi að taka ábyrgð á því að störf breytist eða það verði til önnur færni, ný færni sem fólk fær þá tækifæri til þess að þjálfa sig upp í? Sko, kannski ef maður byrja bara á svona jákvæða punktinum og kannski ef maður getur sagt með svona eina spurningu sem að kannski mest kjarnaði réttlátt grænu umskipti, að þá það hvort að fólk telji að það geti sinnt sama starfi eða samskonar starfi á sama vinnustað með aukinni færni eða þjálfun. Og það mjög meiri hluti launafólk sem maður segir já, ég get það. Og ef maður rétt þá það 70%. Þannig að það mjög jákvætt að það allavega launafólk tilbúið að læra eitthvað nýtt, breytast, gera eitthvað breytingar í sínu starfi til að geta svona eld þessar breytingar sem eru nú þegar skornar á en verða öllu líkindum talsvert meiri. Þannig að það mjög jákvætt. Hins vegar þegar við erum að skoða fólk sem í störfum sem hafa breyst, þeir eru mjög líklega til að breytast, að þá sjáum við því miður kannski að þær breytingar endurspegla kannski ekki réttlátt græn umskipti á vinnumarkaði. Það sem það eru ákveðnir hópar sem að þessar breytingar eru að koma verr niður á heldur en aðrir. Og ef við tökum dæmi þá það, ef við skoðum til dæmis hvort að álagi starfi hafi aukist í kjölfar tækni og loftslagsbreytinga, að þá líklega fólk sem innflytjendur séu sammála því, fólk í ákveðnum starfsgreinum eru meira mæli sammála því og skipting kannski svolítið þannig að þau sem eru í kannski verkamannastörfum, slíkum störfum, þau telja í meira mæli kannski að störfin þessar breytingar hafa valdið álagi. En fólk sem með meiri menntun, hærri tekjur, það sé meira tækifæri í þessum breytingum, telur jafnvel að þessar breytingar muni bara auðvelda störfin og hafa jákvæð áhrif á þeirra starfsumhverfi. En það sjáum við ekki samaskapi hjá svona hópum sem við erum að sjá ítrekka eru kannski svona meira á jaðri vinnumarkaðarins og ég meina þetta þetta sko, þegar við erum að tala eins innflytjendur, fólk á lægri tekjum að þá það líka hópa sem verður meira mæli fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði og það svona alveg, maður getur alveg leyft sér að efast það að endurmenntun og stuðningu við starfsfólk til að öðlast nýja færni að hann sé að samaskapi ekki framúskarandi kannski svona heilt yfir þó ég get ekki fullyrt neitt það
en bara út frá því sem við sjáum aðstæður margra hópa á íslensku vinnumarkaði þá var ég ekkert eitthvað sérstaklega bjartsýn fyrir því þó höfum ekki skoðað það. En það var gríðarlega jákvætt að sjá að svona stór hluti launafólks telur að er svona jákvætt fyrir því að leggja á sig til að geta fyllt þessum breytingum og vera tilbúin að gera það fyrir sinn vinnustað. En mér langar að spyrja eitt út af því að þeir eru náttúrulega bara samtals langstærstu samtök í landinu og það hlýtur eiginlega að vera bara tölvert undir vinnumarkanum og bara launþegum komið, hvort að það heppnast einhver umskipti yfir höfuð og líka hvort að það verður bara hægt að vinna að grænna og umhverfisvænna samfélagi sem bara fer ekki á hliðina og þeir eru búin að lýsa svolítið viðbrögðum við því sem gerist og hvernig er þetta að laga störf að en eru þið að taka frumkvæði bara í hvernig vinnumarkaðurinn, hvernig störf eiga að vera til og bara að hafið þið sýn á það hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast út af því að núna sjáum við í ríkar og ríkar mæli finnst mér sem verandi í umhverfismálum að það er alltaf að koma alveg ofboðslega svona stórkallalegar lausnir og svona grottaleg fyrirtæki, ofboðsleg auðlindanotkun. Mér finnst ég skynja að sko umhverfis eða launþegarhreyfingin er breytt. Hún var ekki sérstaklega umhverfisinnuð áður og fyrr, þá var það bara fjöldi vinnustaða sem var málið. Er þetta að breytast og eru þið að vinna í einhverju svona sýn bara hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast? Má ég aðskripa þetta því að sko það eru auðvitað ekki í verkahring launafólks að ákveða hvers konar störf verða til. Hvorki á markaði né innan kerfana okkar, opinberu kerfana, þó svo við getum vissulega haft áhrif á það í okkar samtali við stjórnvöld og við sem að störfum fyrir launafólk, við höfum náttúrulega verið að kvart undan því að stjórnvöld séu ekki nægilega iðin í þessu samtali við okkur. Eitt af því sem að við hjá BHM gerðum þegar síðast var samið, það var bara 24 sem við vorum að fara inn í samningaviðræður við ríkið, þá reyndum við að hefja máls á því að búa til græna nálgun í kjarasamningum. Þannig það er eitt sem að heildarsamtök launafólks geta auðveldlega gert og við fórum með ákveðna hugmyndabókun við kjarasamning, miðlæga kjarasamningi hjá ríkinu að ríkið tæki nú ábyrgð á því að þessi grænu umskipti yrðu gerð og innleidd í kjarasamninga og við Sigríður þekkjum það frá Norðurlöndunum þar sem við erum í samstarfi við systursamtök okkar að það er verið að innleiða græna kjarasamninga, grænar áherslur í kjarasamninga. Þegar að okkar viðsemjendur fengu þessa hugmynd upp á sitt borð þarna snemma árs 24 að það ætti að innleiða einhvers konar bókun græna kjarasamninga, það er að segja það sem er þá fyrirtæki og stofnanir yrðu gerð ábyrg fyrir því að halda loftslagsbókhald, sýna starfsfólki sínu hvernig þau væru að vinna að því að ná markmiðum loftslagssamningsins og þar fram til götum. Þá sagði Kjara- og mannauðssýsla ríkisins, við höfum ekki heimild til að semja neitt af þessu tagi. Og við það satt. Þannig að þarna var fyrsta tilraun gerð af heildarsamtökum launafólks til að ná einhverju áherslu græn áform inn í kjarasamningana og það var ríkið sem að hafnaði því. Bara mjög afgerandi. Myndi það gera það aftur í dag? Við verðum náttúrulega að halda áfram að berja, en hvað segir þú, Sigríður? Ég meina þið hafið eitthvað reynsla þessu líka. Já, en mér finnst, þetta er náttúrulega svona dæmigert, talandi sko að samhæfa að þú ert með loftslagsvá og það þarf að bregðast við henni og svo er einn armur ríkisvaldsins sem er Kjara- og mannauðsskrifstofa eða hvað hún heitir í dag og segir bara nei við höfum ekki heimild til þess og þá er það, og þá er það svona ok, en það erum við ekki að reyna að ná kolefnishlutleysi en við erum ekki því en nú liggum við svo margt á hjarta, það er svo inspírerandi að hlusta á kollega mína. Ég ætla að byrja sko að því við töluðum að réttlátt umskipti eiga lögheimili hjá Alþjóðavinnumálastofnuninni að því að þar er þríhliða samtalið og þetta er svona verkefni sem er þríhliða, það er ábyrgð ríkisvaldsins að vera með aðgerðir, það er ábyrgð atvinnurekenda að bregðast við og til þess að draga úr losun og svo launafólks að tryggja hagsmuni
eða samtaka launafólks að tryggja hagsmuni launafólks. Og það sem kannski sko fyrir utan svona umhverfi skatta eða ívilnanir, hvernig því dreift, sem ein umræða og mjög mikilvæg, en ef við horfum fram hjá henni í bili, sem þetta sko, þá snýst þetta að tryggja að það séu skapa góð störf. Og góð störf eru störf sem eru græn störf. Og þið getið haft skoðun á því? Já, við getum haft skoðun á því sko, ég meina við getum beitt okkur í því að það sé sko, þú veist, það flókið en við getum reynt að koma á samtali við atvinnurekendur, við atvinnurekendarsamtök. Það séu líka sko störf sem eru launum með sanngjarnum hætti og veiti vinnumarkastengt réttindi. Og þá kemur við inn á þetta að við erum ekki bara að fást við loftslagsbreytingar, tæknibreytingarna koma svo rosalega inn í þetta. Þannig að nú oft talað tvíþætt umskipti. Og þar kemur nú aldeilis sko pólitíkin inn í með skattlagning og slíkt, það sem að sko tæknin að færa eigendum hennar gríðarlegan arð en kannski að grafa undan afkomuöryggi og réttindum launafólks. Og þá það að færa hinu opinbera mikinn kostnað. Já, sem ég meina til lengdar þetta náttúrulega ekki sjálfbær stefna, en þannig að við erum að horfa mjög mikið á það að það sé verið að viðhalda réttindum launafólks, að þegar að þú ræður þig þegar þú ert í launasambandi, að því fylgir réttindi, að þú sért ekki bara í einhverju svona útkallsvinnu eða tímavinnu eða viðbragðsvinnu sem þetta sko stórkostlegt vandamál víða. Það minna hér en víðast annars staðar, en við sjáum þetta alveg gerast. Og að berjast gegn þessu, við erum núna að taka 2 stóra slægi á íslensku vinnumarkaði, annars vegar út af afnámi áminningaskyldu og hins vegar út af styttingu og atvinnuleysistrygginga. Fólk getur hugsað, mér alveg saman afnám áminningaskyldu, ég ekki opinber starfsmaður eða ég ekkert, sko, það ólíklegt að ég verða atvinnulaus. En sko, þetta bara varstaðum réttindi snýst að verja öll réttindi. Það þýðir ekki að mig ekki breyta þeim, en það verður þó að gerast í samtali. En þú veist, þetta og harkan í okkur endurspeglar áhyggjur okkar af því að það sé verið að grafa undan almennt vinnumarkastengdu réttindum. Og ef þú setur ekki niður fótinn strax, þá verður erfiðara að stöðva það. En þannig að þetta það sem við horfum á, vinnumarkastengdu réttindin, sem bara þýðir að fólk búi við ákveðið öryggi, hafi atvinnuleysistryggingar, hafi rétt til fæðingarorlofs, veikindaleyfis, sumarleyfis á launum og allt þetta sem skiptir okkur svo miklu máli. Og svo það fræðsluþátturinn. Og þar eigum við náttúrulega, það samið fræðslusjóði í kjarasamningum, við rekum alskins fræðslubatteri, við erum með, hvað heitir það, allt í einu manni það ekki, það fræðslumiðstöð atvinnulífsins og þar veit ég líka sko, þú veist, og þetta líka batteri sem sko eins og það ýmislegt í gangi en hefur líka tekið tíma átt að segja, ok, hvað það sem við þurfum að gera til þess að bregðast við þessu, þannig að það má segja hlutverk okkar í þessu að vera í þessu þríhliða samtali við atvinnurekendur og stjórnvöld að tryggja að við séum öll að stefna því að það sé ekki grafið undan réttindum fólks eða verið að draga möguleikum fólks til atvinnuþátttöku, heldur séum við öll saman í þessu. Og við höfum í þessu þríhliða samtali, að því að Norræna verkalýðshreyfingin fór í verkefni kringum 2020 réttlátt umskipti þar sem við skrifuðum skýrslu fyrir hvert land og svo sameiginlega skýrslu og Guðmundur Ingi Guðbrandsson fyrrverandi umhverfisráðherra, hann var þá umhverfisráðherra og gerði þetta að svona stóra verkefni umhverfisráðuneytisins þegar þau voru með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni og þá var haldinn stór svona þríhliða norrænt fundur hér. Síðan höfum við ekkert verið mikið í samtali, en nú til dæmis, bara svo ég komið því að, þá samráðshópur sem við eigum fulltrúa í, sem að umhverfis eða orku umhverfisráðherra skipar, að því það verið að búa til loftslagsstefnu
Og einn af liðunum í henni eru réttlátt umskipti og þá og stefnan á að sko segja hvaða aðgerðir eru mikilvægastar til þess að hjálpa okkur að ná kolefnishlutleysi. Hvernig eigum við að forgangsraða? Réttlátt umskipti eru þar inni, þannig að við erum að fara inn í samráðsferli varðandi það hvað getum við gert vinnumarkaðurinn til þess að auðvelda auðvelda leiðina kolefnishlutleysi, hvað vinnumarkaðinn varðar, þannig að allir geti unnað sáttir við sitt. Þannig að við erum svona aðeins að endurlífga þetta samtal, en við erum náttúrulega, og það ekki það, okkur finnst náttúrulega eins og hreyfing launafólks bara fólk í þessu landi, við viljum náttúrulega að við náum að draga á losun og náum kolefnishlutleysi, en kannski verkalýðshreyfingin að gæta hagsmuna launafólks í því ferli. Mér langar aðeins að grípa þennan bolta varðandi Norrænu ráðherranefndina 2023. Loka viðburður á formennsku ári Íslands var að halda stóran viðburð í Hörpu þar sem að komu fulltrúar frá öllum norrænu ríkisstjórnunum, allri norrænu hreyfingunni, launafólks sem sagt bæði, ASÍ, BCB, BHM og líka samtök atvinnurekenda og launagreiðenda á Norðurlöndunum. Og þetta var svona dæmi þríhliða samtal sem að íslensk stjórnvöld áttu frumkvæði að og vildu absolutt að yrði raungert og undirritað á fullveldisdeginum 1. desember 2023. Og það var gert með pomp og prakt og þetta var unnið í samvinnu atvinnuvegaráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins á þeim tíma. Atvinnuvegaráðuneytis drónuvagnin, þannig að það var mjög fínt svona félagsmálaráðuneyti. Já, félagsmálaráðuneyti, og voruð ekki með atvinnuvegaráðuneyti, vinnumarkaðsráðuneyti allavega. En þarna var kynnt ákveðin viljayfirlýsing, þessara svona þríhliða, viljayfirlýsing, og við höfum fylgst með því á Norðurlöndunum að heildarsamtök launafólks hafa fylgt eftir því sem þarna var undirritað. Og síðan eru liðin það 3 ár eða 2,5 ár og við finnum ekki að íslensk stjórnvöld séu með þessa viljayfirlýsingu lengur á borðum hjá sér. Hvað áttu þau helst að gera eftir þetta? Það bara alls konar. Þetta bara í svona 10 liðum sko. Í fyrsta lagi náttúrulega ítrekað að það sé samþykkt alþjóða vinnumálastofnunarinnar sem Sigríður var að nefna áðan sem liggur til grundvalla þessu og þannig tengist þetta bæði Parísarsamkomulaginu og hugmyndafræði sjálfbæra þróunar. Það átti að tryggja það að umskiptin yrðu græn, þar að segja breytingarnar sem verða á störfum og á vinnumarkaði vegna loftslagsbreytinga og annarra breytinga í umhverfinu yrðu á ábyrgð allra þessara aðila og þau færu fram í gegnum samtal. Þar var einmitt fjallað þetta sem Sigríður nefna núna varandi félagslega þáttöku, aðgerðir til að draga úr efnahagslegum ójöfnuði og aðgerðir sem geta dregið mögulega neikvæðum áhrifum grænna umskipta og það getur mögulega verið tekjutap, það getur verið flutningur á milli landshluta á fólki, störf færast á milli landshluta. Þetta eru ótal hlutir sem þeir eru nefndir en þeir eru ekki flóknir og þetta er ekki margorð yfirlýsing, hún er innan við 2 blaðsíður og við höfum verið að kalla eftir því að stjórnvöld muni eftir þessar yfirlýsingu og fari eftir henni og við erum kannski ekki rosalega vongóð því bara núna okkar ríkisstjórn sem nú situr, hún hefur ekki sömu áherslu á sjálfbæra þróun eða réttlátt umskipti eins og fyrir ríkisstjórn hafi. Í yfirlýsingu þessara ríkisstjórnar er ekki minnst á réttlátt umskipti, en þau voru talsvert fyrirferðarmikil í yfirlýsingu fyrir ríkisstjórnar. Þannig að við erum alltaf að glíma við þetta eins og Sigríður nefnir að pólitíkin hún bara fer svolítið eins og vindmylla úr einu í annað og við erum ekki með þennan fókus á okkar mati hjá stjórnvöldum í dag. En ég vil þó segja sko að því við vorum þarna að tala starfið varðandi loftslagsstefnuna og hvernig þannig að það eru, þetta er samráðshópur þar sem þú kallar að borðinu og fulltrúa fræðasamfélagsins, fulltrúa atvinnulífsins, launafólks, náttúruverndarsamtaka og sveitafélaga. Þannig að loftslagsstefnan verður byggð á niðurstöðum úr samráði í þríhliða samtali. Þannig að, mér finnst það þó... þar komið þið inn á hluta af þessu. Já. Og þetta samráð er að byrja og hérna... Já, og það eru svona, bara það verið að skipuleggja svona fundi í kringu þetta og ég er enda verið að segja, hef setið í ótrúlega mörgum starfshópum
og ég hef aldrei komið í starfshóp það sem svona ótrúlega gott skipulag og mjög skemmtilegt verði ég að segja og ég vil bara hrósa ráðuneytinu fyrir það en þannig að það byggir auðvitað á því það verið að skipuleggja þetta og þetta verður eitthvað tíman í haust og þá svona þemu Hvenær á að koma út úr þessu? Við erum held ég með Árna Finnsson í þessu náttúruverndin Já, þetta eru svona samráðsfundir innan þetta eru svona 5 stólpar atriði, réttlát umskipti eru eitt af því og náttúrulausnir eru annað en Hverjar eru ykkar áherslur inn í þessa vinnu? Það er algjörlega á hvernig tryggjum við vinnumarkaðsstrengt réttindi, hvernig tryggjum við að fræðsla og þjálfun sé samfélagslega ábyrgð að þetta sé en ekki á herðum einstaklingsins og svo erum við að horfa líka á svona hagrænu áhrifin skatta og ívilnanir en þannig að það er jákvætt að loftslagsstefnan og að þar er þetta einn af megin stólpunum. Svo ætla ég að leiðrétta því að Guðmundur Ingi var ekki umhverfisráðherra á þessum tíma. Nei, hann var félags- og vinnumarkaðsráðherra og þó að hann hafi verið frábær umhverfisráðherra þá var mjög gleðilegt að þá áttu við mjög góðan og áhugasaman samtalspartner í honum þegar að koma réttlátum umskiptum. Þegar hann var vinnumarkaðsráðherra og það var mjög mikilvægt og það var þess vegna var þetta drífið áfram þessi vinna þarna í lok árs 23 af félagsmálaráðuneytinu En þetta sýnir náttúrulega kannski að þessi mál þurfa að vera í öllum ráðuneytunum og allri launþegahreyfingunni og þetta er umhverfismálin er allstar. En þetta er alveg rétt sem þú ert að segja Sigríður, við erum loftslagsstefnan kannski hefur ákveðið pláss og það er ekkert búið að kvika frá því í þessari ríkisstjórn að við ætlum að standa okkur í þessum markmiðum og þess vegna er málið keyrt áfram þar en það sem ég sakna er að stefnan sjálfbært Ísland sé upp á borðum og sjálfbærni ráðið sem var skipað á sínum tíma og við áttum líka aðild að það hefur verið sett á ís og það er miður því að mér finnst það kannski hafa verið með enn breiðari skírskotun heldur en vinnan sem er verið að vinna á vettvangi loftslagsstefnunnar. En allt tengist þetta nú, en hvað segir þú Kristín? Erum við búin að keyra því í kaf? Nei, alls ekki, ég bara þið veitir miklu meira með því, þannig að það er bara mjög viðeigandi. Já, þú kemur með mjög mikilvægar upplýsingar. Já, en mér veist bara góður punkt, ég held að launafólk, verkefnishreyfingin, hún er svona að því að ég nú, síðan ég byrjaði að starfa hjá Vörðu og þá maður svona ekki að kynast þessari hreyfingu sem er oft verður maður alveg mjög svona hugfangin af af styrkanar og varðandi réttlátt umskipti á vinnumarkaði að þá eru þetta fræðslukerfið bara grundvallar þáttur og það er mjög öflugt fræðslukerfi til staðar og þetta er inn í kjarasamningu og það eru svona þessar formlega utanumhaldið er til og það held ég að hljóta að vera jákvætt þegar við stöndum fram fyrir svona miklum breytingum að við séum með einhvers konar kerfi sem er þá þetta aðlaga þeim áskorunum sem við stöndum fram fyrir núna en síðan auðvitað bara eins og Sigga er búin að tala að það eru það þarf að svona held ég að huga mjög vel að því hvaða hópar verða fyrir mestum áhrifum og þar eru alltaf sömu mynstrin og það alltaf sömu hópar. Það eru innflytjendur, láglaunafólk og raunin, það ótrúlega þetta er kannski bara gerist nú ekki ofta, það engin kynjamunur, það nánast engin munur eftir aldri sem komið mjög óvart. Ekki aldursmunur heldur? Nei. Það kemur nú óvart. Ég veist það ekki. Já, við vorum svo hissa að við erum þetta eru svona merkilegt hvernig þetta svona er að fara yfir vinnumarkaðin og auðvitað finnst mér líka bara þannig að við skiljum umfangið að þá er fjórðungur launafólks innan ASÍ og BSRB sem að telur að stærðar hafi breyst eða muni breytast út af tækni að loftslagsbreytingum. Og þetta er bara og það er bara núna, þetta við vorum að leggja fyrir síðasta sumar og
alþjóða efnahagsráði spáir að þetta muni hafa áhrif á 50 starfa, þannig að við erum aðeins hærra hlutfall. Þetta er hátt hlutfall. Mjög hátt hlutfall. Upplifur þá áhuga fyrst og fremst eða áhyggjur eða hræðslu? Sko, mér finnst svona í þessum gögnum sem við erum nú, þegar við vorum að skoða þetta í fyrsta skipti og þá finnst mér sko það er hræðsla þarna að einhverju leyti og hún tengist í að missa vinnuna sína og það eru þetta ótti sem að við fólk bara auðvitað er mjög varfærið og þegar kemur að lífsafkomunni og eðlilega og fólk finnur auðvitað líka fyrir að það er í mismunandi stöðu til að þá skiptu starfsvettvang en fyrst og fremst fannst mér þetta samt svona jákvæða niðurstöður ég meina það er á talsverðu miklu leyti verið að reyna að fást við þessar áskoranir innan vinnustæðana, verið að ræða þær verið að þjálfa starfsfólk í nýrri tækni og fólk sér að það eru einhvers konar að það er ávinningur á breytingum og auðvitað viljum við bregðast við þessari loftslagsvá sem við stöndum frammi fyrir lang flestir. Þannig að ég held að launafólk vera engin fyrirstaða og verkalýðshreyfingin með gott kerfi kringum fræðslumálin en við auðvitað stöndum alltaf frammi fyrir svona græðginni sko. Í rauninni sko, það er í rauninni sama hvaða mál við skoðum sko, það er alltaf græðgi hverra? Ég meina þeirra sem að vilja hagnast á vinnu launafólks og kannski og fá sem mest sjálfir. Já, þú ert þá ekki að tala gráðugt launafólk sem vill háar kauphækkanir. Það er önnur græðgi sem þú ert að tala. Já, ég er sko breytingarna munu þetta kosta og það krefjast bara þess að við ég meina þetta verður átak ég meina það held ég að sjálfu augljóst og það eru þetta alltaf fyrirstaða við slíku og ég gerir ráð fyrir að fyrirtækjaeigendur vilji setja alveg örugglega niður aðeins fótinn sko ef að hækka og skatta og ég meina við höfum bara séð það í Trygga sko. Já og talandi, ég var bara komið að því ég var á ráðstefnu gjaldmiðlamál niður í Hörpu áðan og þar eina ferðina kom að það þyrfti umbætur á vinnumarkað og það væri svo há laun en þá er að segja já það er svo skrítið sko hlutild launafólks í verðmætasköpuninni hefur ekkert aukist sérstaklega þannig að það er ekki bara launafólksmegin sem ég meina við höfum sannarlega hafa laun verið að hækka og verkalýðshreyfingin er stolt af því en fjármagnseigendurnir þeir eru ekkert að bera skarðan hlut frá borði og við erum hér með verðbólgu sem er sko það sem við sjáum að ákveðnir aðilar er að hleypa auknum kostnaði verulega út í verðlag og án þess að það sæti miklu ámæli. Þannig að það er bara ágætt að koma inn á þetta. Launafólk er tilbúið til að taka ábyrga afstöðu ef að það telur að það sé raunverulegir hagsmunir. Ef við teljum að það sé raunverulegir hagsmunir okkar að koma ábyrga borðinu, þá gerum við það svo sannarlega. Það viljum við í flestum tilfellum. En þá verðum við líka að treysta því að þeir sem við erum að vinna með ætli að leggja jafn mikið að mörgum. Þetta er alltaf hagsmunagæsla. En mér langar þessu með fræðslumálin að því að Evrópusambandið, það er nú okkar sérfræðingur í fræðslumálum á BSIB, hún Fríða Rós Valdimarsdóttir. Hún skrifaði nú nýlega grein og nú man ég ekki prósenturnar úr henni. En þá er hún að tala stefnu Evrópusambandsins í fullorðinsfræðslumálum sem eru endurmenntun og símenntun og þessi mál. Og það er eitthvað, þau setja sér eitthvað markmið að svo og svo hátt hlutfall launafólks á árlega að vera í einhvers konar námskeiðum eða endurmenntun og eru ekki að ná því en svona þau eru ekkert sérstaklega langt frá því markmiði en þetta er ekki samt nógu gott. Við erum langt þar fyrir neðan og höfum í raun og veru ekki sett okkur svona markmið. Þannig að við höfum mikil sóknarfæri í fræðslumálunum og erum líka með samstarf við launagreiðendur og atvinnureikendur í þeim
málum, þannig að sko, en ég veit það líka að það er meir og meiri augu á því að passa að vera með svona vinkilinn á þessum sko breytingum starfa og slíku. En varðandi þetta þá verðum við líka að horfa á menntakerfi sem er auðvitað mjög skipt. Ég meina við erum með fræðslusjóði hjá verkefnishreyfingunni þar sem fólk getur sótt stuðning til að gera eitthvað sjálft af eigin frumkvæði sem að það telur sig þurfa í varðandi starfsþróun og símenntun. En svo erum við náttúrulega líka með sko ábyrgð vinnuveitenda í því að þau sem sagt tryggi það að þau láti fólk hafa menntun eða útvegi þá þjálfun og auki þá færni sem að þarf til eins og vinnustæðurinn krefst. En svo erum við náttúrulega líka með háskólastofnanirnar og við erum með ákveðna svona tilfinningu fyrir því og kannski bara tilfinningu frekar heldur en vissu hvar við munum þurfa að mennta fólk í framtíðinni. Og þá erum við kannski komin inn á eitthvað sem að ríkið verður að standa strauma af. Og mér langar bara því að hann Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis og orku- og loftslagsráðherra, hann sagði daginn þegar hann var að tala fyrir svona nýjum eða breytingunum eða endurbættir í loftslagsáætlun, þá talaði hann það, við þyrftum að vera raunsæ og halda jarðtengingunni þó við værum að setja markmiðið hátt. Hann sagði, við ætlum að byggja á styrkleikum okkar og fylgja markmiðunum eftir með aðgerðum sem fel í sér margþættan ávinning, styðja við samdrátt í losun en leið við verndun náttúru og líffræðilegra fjölbreytni og ýta undir spennandi atvinnuþróun og verðmætasköpun land allt. Og atvinnuþróunin er svolítið að fara núna inn á spor atvinnustefnu stjórnvalda. Og þar eru með svona ákveðin fókus á útflutningsgreinar og hverjar eru þær? Það eru stóriðan, hún er hluti af útflutningsgreinunum og það eru fiskveiðarnar og það er ferðaþjónustan. Fiskeldið. En þarna höfum við hjá BHM verið að beina sjónum stjórnvalda og atvinnurekenda því að þarna séu aðrar greinar sem hafi verulegt vægi, sem hafi ekki sömu áhrif á umhverfið og stóriðan eða fiskeldið og jáfnvel ekki ferðaþjónustan og það eru menningagreinarnar og hugvitið. Og þar erum við svona að reyna að ýta út svolítið mörkunum og við eigum alveg góða svona samstarfsmenn þetta inni hjá til dæmis samtökum atvinnulífsins. Þar er hugvitið og hugverkaiðnaður og svona orðin alveg umtalsverð framlag inn í útflutningsgreinarnar. Og þarna er þið nú svolítið að ýta eftir því hvernig störf eru sköpuð. Nákvæmlega og það getum við gert. Já, það getum við gert í samtalinu við stjórnvöld nýja atvinnustefnu. Erum við að nýta þetta tækifæri nægilega vel, Sigríður? Já, ég meina við höfum náttúrulega verið eitthvað svona, þú veist, í þessu samráðsferli, þú veist, koma með eitthvað, en við teljum ekki að það hafi verið svona kannski, mér veist þetta frábært framtak hjá stjórnvöldum að móta atvinnustefnu og reyna að finna einhver, þú veist, hvar ætlum við að skapa verðmætin, hvar ætlum við að skapa störfin, að reyna að hafa þá hagrænu hvata sem stjórnvöld hafa og aðra hvata til þess að stýra því þá átt. En það sem mér finnst miður er að það hafi kannski ekki verið, þú veist, vinnumarkaðurinn var ekkert sérstaklega inn í þessari vinnu og kannski ótti við það að þar væru svona svolítið þröngsýni í ákveðnum hagsmunum en ég held sko að við til dæmis opinberu megin vorum líka að segja sko, þú veist, grundvöllurinn að því að byggja sko, þú veist, ef þú ætlar að skapa verðmæti þá þarftu öfluga sko heilbrigðis og menntaþjónustu, þetta fer allt hönd í hönd, við bara bendum á það. Bara þannig að innviðir er ekki svo mikið inn í atvinnustefnunni. Ég sko kannski þessi félagslegu innviðir sem að við höfum verið að leggja áherslu á sem er almanna þjónustan sem er verðmætaskapandi. En þetta er alveg rétt sem Sigríður segir, sko, það er kannski fókusin í þessari atvinnustefnu er á útflutningsgreinar og er það svona kannski meira svona, maður myndi kannski kalla það upp á ensku svona industry, sko, svona iðnaðarstefna meira heldur en endilega svona heilt yfir allan vinnumarkaðinn. Það breytir ekki því að uppbygging svona atvinnutækifærana sem að útflutningsgreinarnar krefjast, þar finnst mér nú að við
við eigum alveg aðild að samtalinu. Hins vegar þá eins og Sigríður segir kannski svona þrengri vinkill heldur en gjarna mætti vera því þegar við erum að tala vinnumarkaðinn þá erum við ekki bara að tala almenna markaðinn og störfin sem verða til þar heldur ekki síðu störfin sem þurfa að verða til á opinbera markaðinum. En þannig erum við svona sammálum það við Sigríður að það mætti vera meira samtal við stjórnvöld akkurat núna í gegnum þetta sem við höfum kallað social dialogue og við teljum okkur sem forsvarsfólk í þessari hreyfingu launafólks hafa mjög mikið til málan að leggja sem geti svona rétt kúrsinn, hvort sem það þá græni kúrsinn eða velferðarkúrsinn en þá verðum við líka að hafa það í huga að hugmyndafræði sjálfbæra þróunar, hún byggir ekki bara á hagvexti og því að hafa efnahagsmálin í lagi, hún byggir líka á því að hafa innviðina og velferðarkerfið í lagi og umhverfið. Þannig að allt fléttast þetta þar saman. Mér langar líka að segja sko við erum ríkt land, það er mikill jöfnuður á Íslandi þó að sko, og þá er ég ekki að gera lítið úr því að það er misskipting á Íslandi en við sko búum tiltölulega vel og það er sko styrkur okkar sem samfélags hefur falist í sterkri verkalýðshreyfingu og við bara ef að okkur er ekki boðið á ákveðnum borðum þá erum við ósátt og látum í okkur heyra. Því að það er bara gríðarlegir almannahagsmunir að rödd launafólks hafi áhrif á stefnumótun og lagasetningu og slíkt. Þannig að við erum góð með okkur en það höfum við fulla ástæðu til. En við erum líka meðvituð að það er ekki allir sem að búa við sömu kjör og mjög langt í frá og ég meina þar og Varða hefur náttúrulega sýnt fram á í rannsóknum sínum að það skiptir sko bara staða og húsnæðismarkaði rosalegu máli. Þess vegna höfum við beitt okkur mjög mikið í húsnæðismálum og erum að horfa svolítið þar líka núna í aðdraganda haustsins og forsendu ákvaða kjarasamninga en þannig að sko við erum góð með okkur og við segjum bara sko ef okkur er ekki búið að borðinu þá bara lendið í vandræðum. Ok, en hvað sko eru þið jafn áhrifamikil og þið voru fyrir kannski 10 árum, 15 árum? Nú höfum við atvinnustefnu til þess að tala hvernig eigi að vera, við höfum ekkert alltaf haft það. Samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, er hún vaxandi eða minkandi? Hefur verkalýðshreyfingin vext við allan þennan innflutning á fólki sem að er náttúrulega búin að vera stórkostlegur og það fólk er ekki allt vel sett? Erum við á réttri leið? Eiginlega bara, það var spurningin. Þið getið svarað þessu eins og þið viljið. Þetta er ekki smá spurning. Ég held að það sé misskipting í því. En ég held að þú sért mjög góð til þess að þú er með mjög mikið upplýsingum misjöfnastöðu launafólks. Já. Þannig að erum við á leiðinni í þessa sjálfbærni átt eða eru ógnir? Sko, langar náttúrulega ekki að svara sko, því sem við langar að svara, en ég held ekki, ég get náttúrulega ekkert annað en bara vera heiðarleg, sko. Mér líður nú ekki endilega eins og við segjum á réttri átt, sko. Og það er svona orðið mikla breytingar á stuttum tíma á íslensku vinnumarkaði sem eru mjög mikil eftirspurn eftir starfsfólki og vinnumarkaðin hefur svona þanist út með tilherrandi áhrifum. Sko þrátt fyrir að sko í þeim aðstöðum þegar vinnumarkaðin þannig svona út eða svona fullt af fólki sem flest til landsins og það er ítrekka sýnt fram á að margir bara búið sko algjörlega óásættanlegar aðstæður, bæði í vinnu og í húsnæði. Og þegar að við horfum upp á þannig stöðu sem er nú verið núna til staðar í nokkur ár, það sem að við erum meira að horfa á manneskjunar, sko, bara holdiklæddar í þessum aðstæðum og skortur á vilja til að bregðast við því kannski er ekki til þess fallið að blása manni mikla svona jákvæðni og fyrir framtíðinni sko í brjóst og það er svona áskorunum eins og í loftslagsmálum sem að við finnum ekki svo mikið á eigin skinni núna og þá verður svolítið ég held að sko það er alveg ótrúlegt í rauninni hvað sko
fyrirtæki komast upp með á íslensku vinnumarkaði, brjóta á launafólki, bjóða upp á óviðunandi húsnæðisaðstæður og í rauninni að það ekkit skipulag í kringum þetta. Það bara, atvinnulífur hleypur á stað og ég skil það vel, það eru þeirra hagsmunir, en það verður auðvitað að vera til staðar einhverju grunnþættir í samfélaginu til að sé hægt að fást við það. Þannig að það, ég meina við búum auðvitað mörgu leyti gríðarlega vel, það eru margir jákvæði þættir, en maður óttast svona kannski aðeins flóknari áskoranir, hvernig okkur muni farnast að fást við þær, sér að lagi það er bara svona líka breytt pólitískt landslag eins og búið að ræða bara hér og það eru kannski ekki bara alveg, ég meina það var ekki rætt ráðslagsmál í kosningunum núna í sveitarstjórnunum, alla síðustu alþingiskosningum og það eru bara það er erfitt að viðhalda umræðinni og fókus á flókin verkefni sem fólk finnur ekki á eigin skinni virðist vera sérstaklega og ég held að það sé að versna og þar með verður kannski bara á brattan að sækja svolítið með þessi mál nema með mjög sterkum pólitísku vilja og fólk bara haldi sér svona skilji mikilvægi þess að við getum ekki svikt bara braut í svona mikilvæga málum bara sikk-sakk sko. Við verðum að reyna að standa okkur sko. Ég held að þetta sé svolítið svona, þú veist, það er hægt að segja margar sögur þetta held ég og sko að einhverju leyti búum við fyrirtæki sem eru svona að reyna að auka sína samfélagslega ábyrgð, eru að halda í starfsfólki sitt, eru, þú veist, það sem að bara, verið að huga mjög vel að þessu málum að það eru hagsmunni fyrirtækisins, þú þarft að halda í starfsfólkið þitt, þú vilt halda því ánægðu, svo eru við með fyrirtæki þar sem að þú er bara með mjög vinnuaflsfreka starfsemi og þú þarft auðvitað fullt af fólki sem að hefur einhverja sérhæfingu en þú ert með fólk sem er auðvelt að skipta út og það segir náttúrulega mjög ljóta sögum okkar samfélaga. Við höfum notið þess að hingað hefur flutt 20.000 manns til þess að efla til þess að koma og skapa verðmæti á Íslandi. Við höfum algjörlega brugðist í húsnæðismálum. Börn hér sem eru börn innflytjenda eru mun líklegri til þess að falla út úr skólakerfinu og þetta finnst mér vera svartur blettur á íslensku samfélagi og þetta það sem að kannanir vörðu leiða mjög vel í ljós og þar kannski sjáum við, sko, þú veist, þannig að það ekki eins og maður getur sagt að öll íslensk fyrirtæki séu á leið í sömu áttina. Þannig að maður getur líka sanngirni, sko, að það er mjög mismunandi hvernig atvinnulífið að standa sig og maður sér það líka sko að því að það ekki nóg með það að það sé sko, eins og þú komst inn á, óviðunandi sko, fólk sem býr ekki við húsnæðisöryggi og ekki viðunandi stuðningur eða tækifæri til íslensku, að læra íslensku og þá sem lykillu þetta því að geta síðan átt einhverja valkost í samfélaginu, heldur eru líka, ef þú ert innflytjandi, þá eru meiri líkur á því að það sé verið að brjóta réttindaður og svona. En svo er þessi meginströmmur sem við finnum, sem er bara svona alþjóðlegur strömmur, að það er svolítið svona verið að býsnast yfir því hvað launafólk hefur náð sér mikið að réttindum. Þannig að þetta er, og þar finnum við alveg sko vera svona meiri hörku að færast í leikin. Þannig að ég held, þú veist, þetta er ekki ein saga, þetta eru margar sögur, sumt er gott í þeim, sumar sögurnar eru góðar og aðrar eru bara okkur, sína Ísland í ömurlegu ljósi. Þetta er bara, þú þarft að svara þessu alveg sérstaklega, Kolbrún, og ekki bara spyrja því að nú hljómar þetta eins og þið séu svolítið að segja bara, sum fyrirtæki eru góð, önnur eru dálítið vond en einhvern veginn það er ekki fylgst með þessu, er þetta ekki verkefni stjórnmálana að fylgjast með því að
það sé ekki uppi svona ömurlegar aðstæður og setja almennilega reglur. Það var líka talað græðgi. Komast fyrirtæki upp með of mikið á Íslandi og hvernig hægt að laga þetta og hvernig sér þú þetta, Kolbrún? Sko svarið við þessari spurningu þinni þetta, ef við horfum til 10 ára, skilurðu, þá hefur bara svo rosalega margt breyst. Og samtök launafólks eru mjög áfram það og saminuði því að ríkið þurfa að bregðast við brotastarfsemi á vinnumarkaði og það alveg verið að vinna í því. Þú veist, við erum með Vinnumálastofnun, við erum aðelda henni, við erum með starfshópa og það alveg verið að vinna í þessum. Þetta er ótrúlega erfitt, þessi veruleiki sem að Kristín að lýsa og í þeim veruleika, hvernig haldið þið þá að gangi fyrir okkur að segja, já nú skulið þið bara setja ykkur hérna loftslagsmarkmið, kæru stjórnendur í þessu fyrirtækinni eða þessu stofnuninni. Þið skulle sína okkur tölfræðina, hvernig eru þið að ná losunarmarkmiðunum, hvernig ætli þið að ná settu marki kolefnishlutleysi og hvernig ykkar áætlun fræðslu og þjálfun starfsfólksins ykkar. Þetta náttúrulega díalógur eða samtal sem við getum ekki átt við nema hluta vinnumarkaðarins eins og í dag. Og við eins og ég var að segja við í byrjun, þá höfum við fengi frábendingu frá ríkinu varðandi það að setja grænar áherslur inn í bókun við kjarasamning, miðlægan kjarasamning ríkisins. Og ef að við fáum neitun aftur, við munum reyna þetta eftir 2 ár þegar við förum að semja á nýjan leik, sko þá verðum við að vera mjög vel undirbúin og ég tel allavega við hjá BHM séum það. Við erum búin að setja umhverfismálin inn í stefnun okkar, við erum með sjálfstæðan kafla í stefnun okkar varðandi umhverfismálin, við erum með hugmyndafræði græna kjarasamninga sem við ætlum að reyna að þrýsta áfram og erum að reyna að hita upp fyrir þá umræðu núna. Þannig að já, við erum með ákveðin verkfræðir í kistunum okkar sem við sannarlega ætlum að beita næst í kjarasamningum og ef að ríki segir já og átta sig á því að það verður að segja já út af þeirri stefnu sem búið að samþykkja bæði hér heima og á alþjóðavettvangi, að þá held ég að ríkið verði ég meina það verður að ganga undan með góðu fordæmi og segi það já, þá mun breytingin eiga sér stað víðar. Þetta svarið mitt. Þetta svarið þitt og þú átt síðustu spurninguna líka því að nú erum við að koma að lokum og þá kemur fagspyrillin inn og spyr spurningarina sem leysir öll mál. Einhverja alveg glæsilega spurningar. Já, það sem mér efst í huga eftir þetta samtal sem mér hefur fundist mjög áhugavert og skemmtilegt að það eru þessi þættir réttlátu umskiptana. Þú veist það að segja þessi menntunarþáttur, félagslega verndin, grænu kjarasamningarnir, atvinnusköpunin, hvernig atvinnutækifæri verða til, fjárfestingar, verið að fjárfesta í réttum atvinnutækifærum og kannski verklagið sem að þá ég velti fyrir mér varðandi samtalið. Erum við ekki alveg sammála að þetta sé svona línurnar sem við þurfum að stýra eftir og innleiða hjá bara á vinnumarkaði hjá öllum launagreiðendum? Jú, algjörlega. Sko, og ég held þessi líka, mér langar að koma með þann punkt af því að það þetta sko það kannski eitthvað sem að fylgir tæknibreytingunum meira heldur en loftslagsaðgerðum. Það þegar að sko nú erum við erum með svo mikla tæknilausnir, við notum svo mikið síman okkar til þess að kaupa þjónustu og kaupa vörur og slíkt og að vera sko við kannski líka þurfum sem samfélagi að efla siðferðiskennd okkar því að við erum með, sko svo erum við að fá heimsendingar á vörum og þetta svo ægilega þægilegt og þetta svo ægilega sniðugt og við reynum að telja okkur trúum að jafnvel að þetta sé umhverfisvænt en oft fólki sem að vinna í því fólk sem að nýtur ekki sömu vinnumarkastengdu réttinda og við sem erum að kaupa vöruna gerum. Þannig að þetta sko, við þurfum, sko, þetta þeir sem bera ábyrgð eru ríki, atvinnurekendur og verkalýðshreyfing. En svo við sem bara almenningur þurfum líka að vera meðvituð það að þú veist að þegar við sjáum þessar breytingar eins og með allar þessar heimsendingar og það ýmislegt annað sem hægt að telja til að þá eru einhverjir þessi þægindi og þessi hagkvæmu og þægilegu kaup á kostnað einhvers og mér langaði bara að koma þessu að því að ég held að við megum aldrei vanmeta það hvaða því sko að vera með atvinnuöryggi og búa við húsnæðisöryggi eru lífsgæði sem að eiga að ná til allra íbúa Íslands. Kristín, mun okkur takast þetta að innleiða réttlát græn umskipti á næstu 5 til 10 árum?
Ég ekkit jákvæð með það sko. Ég held að það séu sannarlega innviðir sem að muni sé hægt að nýta til þess en mér finnst svona pólitíkin í dag í heiminum ekki svona og margar svona aðstæður þannig að ég svolítið hræddum hvert þetta fer allt til miður en ég get svo erft með að ljúga eitthvað Ég held þetta heldur ekki eitthvað sem þú getur innleitt í eitt skipti fyrir öll en ég held það sem að sko það jákvæða þó að við erum svo vön þríhliða samvinnu á mörgum sviðum á Íslandi og ef allir aðilar máls, stjórnvöld, atvinnurekendur og launafólk eru sammála að það þurfa að stefna í einhver átt, það séu hagsmunir heildarinnar, þá eigum við mekanismana. Ég ætla að breyta svarinu mínu. Ég ætla að segja, ef það er það sem að stjórnvöld vilja, þá er það hægt. Og stefnan er komin. Stjórnvöld hafa sett hana. Ég held líka að ef að almenningur vill það og ef við bara heyrum fleiri svona þætti með upplýsingum sem að ég heyri mjög sjaldan í fjölmiðlum vegna þess að þegar maður er að hlusta á eitthvað vinnumarkaðinn þá er það bara alltaf einhver sem hangir á tröppunum hjá ríkisátta sem er að bíða eftir einhverju vöflum. Það er nú svona það algenga og síðan bara er rosalega oft talað við viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins hvað launahækkanirnar er að setja allt úr skorðum og seðlabankastjóri tekur stundum undir það. Þannig að þetta er alveg ný tegund af umræðu og ég á eftir að hugsa það sem þið sögðu núna bara lengi og ég held að þið þurfa að koma bara mjög fljótt aftur og jafnvel einhverju fleiri með ykkur. En þetta er svo upplýsandi og það er svo margt sem er bara ekki talað á hverjum degi. Þannig ég ætla bara að þakka ykkur fyrir og sérstaklega þér Kolbrún sem varst stjórnaði þættinum líka. Gerði það. Og fyrsta skipti sem þú gerir það. Og formaður BHM, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu. Kæra þakki fyrir komuna allar. Þetta var skemmtilegt. Já, takk. Þakka þér.